Já, við erum velkomin Skjárinn. Við erum stödd fyrir utan vinnustofu Guðmund Ármann og við ætlum að kíkja á hann. Komum með mér. Já, þá erum við komið með honum Guðmundi á vinnustofan hans og ætlar hann að fræða okkur um hana. Já, við erum náttúrulega hérna í þessu húsi sem einu sinni var sjöfn og hvað ég að segja, birgðargeymsla fyrir málingar og efnaverksmiðjuna Sjöfn sem var í húsinu hér hinum megin sem er nú K16 var á tíma myndlistarskóli Akureyrar. Já. Og keypti þetta hér 1989 og þá var þetta nánast bara eins og fókært og það var náttúrulega einangrað og nýju gluggar og allar lagnir og bara vann í þessu hérna í svona 1,5 ár ásamt iðnaðarmönnum og það var sagað hér gat til þess að koma hérna upp á milli vegna þess að það var samgengt þetta í öllu þessu húsi það var gengið inn þar sem að Helgi og Sofía búa, það er ég er í 1/3 af húsinu og þau eru í 2/3 og hér opnaði ég vinnustofuna 1990 með sýningu. Já, og hef verið hér síðan og svo eftir að við vorum 2 hjónin þá náttúrulega seldum við húseign og breyttum neðri hæðina hérna sem var grafíkverkstæð í íbúð. Svona þess að við búum bara hér og vinnum bæði tvö hér. Það er ekki bara fínt, stutt frá miðbænum. Já, já. Stutt í allt. Bara lúxus, það er bara þannig. En ég er náttúrulega eins og ég segi, þá byrjaði ég hérna með einkasýningu á Gallerí Mokka 1961, 18 ára. Þá var ég nú að læra prentmyndagerð, en svo fékk ég undanþágu hjá fyrirtækinu sem ég vann hjá að vera hálfan daginn í Myndlista- og handíðaskólanum og hálfan daginn að klára sveinsprófið í prentmyndagerð. Og ég fer sem sagt í Myndlista- og handíðaskólann 1962 og klára hann 1966 og sæki þá listaháskóla í Svíþjóð, í Gautaborg, Vallands listaháskóla og fór nú bara út og fór að vinna og fékk svo bara bréf að ég hefði komist inn og var þar til 1972 og útskrifaðist þar með svona meistaragráðu í grafík. Það var svona áherslan sem ég lagði á síðasta árinu. Hvað er grafík? Grafík er myndlist þar sem að notaðar eru aðferðir sem að tengjast náttúrulega prenti. Já. Og þetta tengist náttúrulega gömlu prenti, það vil segja sama aðferðin og Guðbrandur notaði við að prenta biblíuna, Guðbrandsbiblíuna á sínum tíma, 1500 og eitthvað. Já. Þetta er í raun og veru svokallað hæðaprent þar sem að maður sker út í tré eða dúk og alls konar efni sem maður getur sett á plötur og þrykkt og þetta er sem sagt dúkur sem ég er búinn að þrykkja sennilega 7-8 sinnum og ég byrja á því að skera einfaldar línur, þessi form sem að ég teikna á dúkinn og svo byrja ég að skera og það eru sem sagt hnífar sem að þið sjáið þarna sem að notaðar til að skera og þetta
Þetta eru sem sagt mjög fínir hnífar til þess að skera og Er þetta bara svona vínildúkur? eða? þetta er vínildúkur Já, svona sem er frá að leika á gólfið bara. sem var upphaflega var þetta nota bara sem dúkur, gólfdúkur. Og þetta sem sagt þróuðu, eða hvað ég var að segja, myndlistamenn uppgötvuðu þetta, að það var mjög þægilegt að skera í þetta. Og annars notaði maður sko líka birkikornshauður sem maður sker í bara. Maður teiknar náttúrulega myndina fyrst Já. og svo sker maður út og prentar. Já. Og þetta kallast hæðarprent vegna þess að þegar maður setur liti með vals yfir, þá leggst liturinn á toppana. Svo er til önnur aðferð sem heitir djúpþrykk og þá er það notaðar álplötur og koparplötur og ýmislegt. Og þá ristir maður í það sko og setur litinn yfir og þurrkar hann af og hann situr eftir í, þess vegna heitir það djúpþrykk. Já. Þetta er nú stutta svarið hvað er grafík. Já. Til dæmi sjáðu, sem er í raun og veru mjög merkilegt. Þetta er einhver prentari sem skar þetta út í dúk. Mynd. Já. Því á þessum tíma var ekkert allt annað þegar offsetið kom. Allt annað, þá allt í einu birtust sko fullt af myndum í dagblöðum. Áður voru bara örfáar myndir. Því það var svo dýrt að búa til svona. Og hvað er þetta bara svona eins og stimpil eða? Já. Okkur finnst það nú ekki mjög mikilvægt að kalla þetta stimpil. Nei, en ég bara En þetta svona til að útskýra hvernig ég fatt það. Já. Það er borin á þetta litur. Já. Og svo er þetta bara sett í pressu. Og það geti verið þessi pressa, það geti líka verið þessi hérna pressa, sjáðu. En sjáðu, þetta var bara sett hér, litur yfir, pappír yfir, svo þessi rúlaði hérna yfir. Og þá er bara pappír yfir þetta. Þetta er náttúrulega lítill pappír eins og við, svona. Og sjáðu, þá er, ef ég hef borið lit á það, þá er Mér kom mynd. mynd. Já. Hér er grafíkmynd. Svona. Sem þú ert þá búinn að skera í dúk? Nei, þetta er nefnilega önnur tegund. Þetta snýður svona. Þetta er önnur tegund af grafík sem kallast innþrykk. Þá teikna ég bara með bleki á álplötu, gamla prentplötu bara, eða glerplötu, eða plastplötu og þrykki þá í þessum. Með þessari vél svona? Já. Og þetta heitir innþrykk og þetta er mjög gott að gera svona skissur. Ég hef einbeitt mér ekki af þessu sko, af grafíkinni. Já. Og mér finnst þetta að vera eitt lýðræðislegasta formið sko í listinni sko. Því maður gerir fleiri eintök og þar með getur maður selt myndirnar ódýrari. Já, þannig að fleiri líka fá eignast Og listinni. fleiri geta fengið. Og það var upphaflega hugmyndin, svo hefur þetta alltaf breyst sko. Það er ekki margir sem að hafa svona mikinn áhuga á því að fjölfalda mikið sko. Bara gera þetta til dæmis eins og innþrykk og kannski 4-5 eintök. Það er orðið mjög algengt. Þá eru listamennirnir að leita eftir sko sérstöðunni sem að felst í grafíkinni. Það er svolítið mikið öðruvísi teikning eins og þið sé. Þetta er miklu skarpari sko og harðari kontur heldur en nokkuð tímann ef við teikna þetta með tús. Svo er hérna sko vatnslitamyndir. Já. Sem að ég hef verið að gera sko, þetta er 2015, ég hef búinn að vera í þessu að fara út og sitja úti og mála. Þetta er málað úti, þetta er ekki að mála hérna inn á vinnustofunni, þetta er bara að mála þarna fram að Mælifell í Skagafirði. Já, bara eins og þú sér það. Ah, Bara eins og þú sér það. já. Eins og leggur sig. Já. Og þetta er líka Mælifell, það er bara minni snjór. Já. Og En er ekkert erfitt að mála úti? nei,
Nei, Já, það náttúrulega er ekki hægt í mínusgráðum. nei, þú veist, þetta er náttúrulega, gerir maður ekki oftast á vorinu eða sumrinu, haustinu. Jú, maður er náttúrulega mjög mikið, það þarf að vera gott veður, sko. Já. Og er hægt að versla þessar myndir að þér? Já, Er já. það bara í einkaeigu? Nei, þetta er til sölu. Hér kemur fólk í heimsókn og það er mjög mikið að fólk sé að kaupa fyrir sig bara eða gjafir, afmælisgjafir eða brúðargjafir og svoleiðis. Og ég er náttúrulega mjög mikill pælari í efnum og aðferðum og hef kennt við Listaháskóla bæði hér heima á Skandinavíu, verið gestakennari og verið að kenna sko efni og aðferðir sem kallað er. Hvernig maður býr til, sem sagt, eða undirbýr málverkið. Já. Hvaða efni notar þetta sem mál á, hvernig átt að meðhöndla efni til þess að endist. Og svo eins og við sjáum hérna, þetta eru litir sem eru hérna í náttúrunni. Þetta er litarefni sem að ég hef fundið bara í skurðum og þetta er, það stendur nú hérna sko. Sjá, maður setur gleraugu sko, sjáðu það. Þetta er hérna úr Skátagilinu, þá kom rosalega hérna sem drulla sem rann niður í göngutuna. Já. Ég fór bara með dall og tók upp svolítið drullu og þurrkaði það og setti það svo hér í Skátagil. Og þið sjáu hérna. Það var ekki mikið eftir á honum. Nei, ég þarf að fara að gera meira. Já. Og það er línolía er bindiefni í olíulitnum og þetta blanda ég svona að. Þið sjáu að þetta er þá svona, en þá vantar fylliefnið. Það er bívaks sem að ég get sett saman við. Þá sjáum við að liturinn verður svona eins og hann sé, hann flýtur ekki bara út, skiljið. Ég get sett meira fylliefni. Ef ég vil vera mjög fínn með mig, sko, þá nota ég hérna hlaupara sem kallað er. Og þá er maður frekar með, sko, sandblásegler. Og þið sjáið að ég hefði mátt hafa meira hitaduft, skiljið. En ég hef voða gaman af þessu, sko. Já, mér finnst þetta nú vel bara æðislegt að sjá. Já. Einhvern að búa bara til sin eigin lit. Já, það er ekkert mál, sko. En málið er náttúrulega að hreinsa og þurrka drulluna. Já. Þetta eru myndir sem eru í vinnslu. Og þið sjáu það að þær eru ekki á blindramma. Ég strekki þær hérna upp á flatan plötuna til þess að geta sko haft svona fast undirlag. Því stundum nota ég púða og mála með þeim, sko, ekki penslu. Já. Og svo nota ég sköfur og allt mögulegt líka. Já, svona sköfur. Já, þetta er veggfóðursverkfæri, sko. Já. Eða kannski er þetta, já, ég man það ekki. Kannski ekki beint hugsa fyrir myndlistarmann. Nei. Það er myndlistarmenn nota allt mögulegt. Það er bara hvað þeir vilja gera, sko. Hér er sko myndir sem eru kláraðar, sko. Hvað ertu sirka lengi með einu svona mynd? Já, ég get verið 3-4 vikur. Jafnvel lengur, sko. Og svo er náttúrulega bak við þetta, þið vitið, alls konar teiknivinna. Og svo færur þetta á málverki?
Já, maður byrjaði að spekulera í hvernig maður skiptir þessu niður og hvað hefur maður dökkt og ljóst og millitón. Þetta er strigi sem að ég kaupi bara svona, strigi, sem að er límborinn og svo útbý ég þennan grunn sem ég blanda sjálfur. Þá set ég bara litadauð saman við hvítan grunninn, sko. Þá get ég nota þetta til þess að þetta hérna er grunnur. Já. Og þetta hérna er grunnur og þetta er grunnur. En þetta er olíulitur, sjáðu, ég er að byrja að mála með olíu. En þið sjáðu að teikningin ég geri hana með grunninn. Undir þessum olíulit hérna var þessi litur. Ok. Þannig að sko þar sem ég ætla að hafa hvítt, þar passa ég mig að hafa hvítan grunn. Já. Vegna þess að ef ég mála hvítt yfir þetta, þá verður það bara, þessi litur verður bara ljósari, hann verður aldrei hvítur. Blandast saman. Þannig að ég passa mig að skilja eftir það sem á að verða hvítt eða ef það á að vera gult, þá þarf ég að hafa helst hvítt undir eða gult undir. Já, þú maður fer ekki í dökka liti og málar yfir. Nei. Það verður bara brúnn á endan. Já. Þannig að þetta var svona smá efnaaðferðir. Já, bara mjög áhugavert, sko. Já. Hér er sko mikilvægt að fá undirlit og hér sjáu það að ég er með kaldan undirlit undir þessari mynd hérna en heitan undir þessari hérna. Og þá verður öll myndin, sko, jafnvel þó ég seti kalda lit eins og ljósbláan þarna, þá kemur gulliturinn aðeins í gegn, þannig að hann er öðruvísi þarna, sjáðu, þetta er hérna. Já. Og það er undirliturinn sem að breytir öllu. Breytir öllu. Ég ætla að sýna ykkur bara hérna eitt sem að náttúrulega hefur vakið athygli. Og það er hérna jólakort sem ég gef út. Jólakortin frá okkur, fjölskyldunni, er alltaf einhverja listamenn. Og þetta er dúkrista. Hvað þetta er? Dúkrista, grafík. Og þetta er mynd, það eru þryktar í 75 eintökum. Og þetta er númer 2, fyrirgefðu. Og þetta mótífið er, hún Gerður Helgadóttir, myndhöggvari, sem Gerðarsafn í Kópavogi heitir eftir. Hún er nú dáin, ung, eða frekar ung. Og þetta fyrir síðasta ár? Já, þetta er síðasta ár. Búin að gera í 20 ár. Já. Og þetta er hérna önnur listakona. Eygerður heitir hún, sjáðu. Svo er hérna Ásmundur Sveinsson. Og áttu öll kortin? Ja, allt nema myndina af Ásgrími sem ég á ekki eitt einasta. Þetta er Jón Engiberts. En Júlíana Sveinsdóttir. Þetta er frá sko 2008. Já, sæll. Þetta er bara polli, sko. Já, það er svona, sko, þetta. Hér er líka eitt, Sigurður Sigurðsson, kenndi mér í myndlista handíðaskólanum. Þetta er 2020. Og er þetta bara kortið sjálft sem þú heldur á? Já. Já. Þetta er kort sem ég hef búin að þrykkja í 6-7 litum. Og svo lím ég þetta á svona bak og svo sker ég hérna út. Og þá er þetta svona eins og maður gengur frá grafíkmyndu. Og þetta er dúkrista, 75 og 75. Sigurður Stef, það heita alla Stef eitthvað. Og Ármann, Guðmundur Ármann, 2020. Já, það eru margir sem safna þessu. Já. Sem eiga orðið alla seríuna. Sæll. Já. Það er bara geggjað. Og hvar verslar maður þetta? Bara beint hjá þér? Ha? Hvar verslar maður þetta? Svona myndir? Já, bara beint frá þér eða? Já. Ég er að selja kannski svona kort fyrir 5.000 krónur eitthvað svona, sko. Þetta er svo stórt upplag. Þakka kærlega fyrir að fá. Heyrðu, mín var ánægðar, eins og ég sagði við Ingólf. Það er bara sjálfsagt, gaman þessu.
Stólurinn þinn orðinn ljótur og óþægilegur? Kíktu á verslun.kafe.is og fáðu þér flottan og þægilegan ból.